ætlum við að ræða pólitík við mannin sem veit heilmargt pólitík. Hann heitir Ólafur Þ. Harðarson. Vertu velkominn, Óli. Takk. Ég ætla að ræða við þig borgarstjórnarmálin. Aðeins að fara yfir svona frammistöðu valinna einstaklinga þar. Og við byrjum á Sjálfstæðisflokknum. Hildur, hún búin að spila vel úr, ekki satt, og frammistaða hennar þannig að margir svona tala hana sem verðandi formann Sjálfstæðisflokksins á þess að það sé mitt að grafa undan Guðrúnu Hafsteinsdóttur vinkonu minni sem nú systir eins besta vina míns hef allt gott Guðrúnu að segja en Hildur algjör stór stjarna einhvern veginn finnst þér svona þegar þú skoðar sögulega frammistöðu leiðtoga var hennar framkoma og frammistaða einstaklega brilljant í þessum slag? Já, þessi frammistaða Hildar og þeir leiðtogahæfileikar sem hún hefur sýnt að þeir eru ekki einsdæmi en hún hefur klárlega skipað sér í röð fremstu stjórnmálaforingja á Íslandi þessar mundir. Varðandi formennsku í Sjálfstæðisflokknum þá hvarflar það auðvitað að manni vegna sögunar. Bjarni Benediktsson var eldri, var borgarstjóri áður en var forsætisráðherra. Sama gilti Geir Hallgrímsson, sama gilti Davíð Oddsson og Jón Þorláksson, fyrsti formaður flokksins, var reyndar líka borgarstjóri en hann varð borgarstjóri eftir að hann varð forsætisráðherra. Og svona í sögulegu minni eldri sjálfstæðismanna að þá borgarstjórastóllinn í Reykjavík eitthvað sem var alveg sérstök verðlaun og eiginlega krúnudjásn Sjálfstæðisflokksins. Ég held að í þessari kosningabaráttu hafi Hildur sýnt að hún ekki bara öflugur stjórnmálamaður, heldur hún líka mjög öflugur leiðtogi og mér finnst hún hafa sýnt nokkur kennimerki það að vera öflugur leiðtogi í þessari kosningabaráttu. Í fyrsta lagi, og ég held að það hafi kannski skipt mestu máli upp á árangurinn, þá tókst henni að koma í veg fyrir að það yrði haldið prófkjör til að stilla upp á lista flokksins í Reykjavík. Í staðinn var uppstilling. Akkur var það gott hjá henni að koma vegna þess að í prófkjörum borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins síðustu 8 árin hefur verið mjög sundurleitur og mikill málefnilegur ágreiningur og persónulegur innan borgarstjórnarflokksins og akkur var það var vegna þess að einstaklingar sem að höfðu ólíka sýn að þeir gátu unnið í prófkjöri að því þeir áttu allir hver sig ólíka stuðningsmannahópa. Hins vegar ef að það átti að ná saman liði þar sem að borgarstjórnarflokkurinn yrði tiltölulega samstíga og það væri ekkert vesen inn í borgarstjórnarflokknum að þá var eiginlega alveg nauðsynlegt á þessum tímapunkti að stilla upp, henda þeim sem höfðu verið óróaseggir ef þú vilt innan borgarstjórnarflokksins, henda þeim út og velja í staðinn fólk sem var líklegt til þess að rekast vel saman í borgarstjórnarflokknum og það skipti miklu máli í þessari kosningabaráttu að flokkurinn gat stilt upp hópi sem að menn trúðu að gæti myndað skaplega heild í nýjum meirihluta. Í öðru lagi það svo kosningabaráttan þar sem Hildur stóð sem mjög vel, var mjög drilluð eins og menn segja og ég held að það megi segja að kosningabarátta Sjálfstæðisflokksins fyrir þessar kosningar hafi nánast verið óaðfinnanleg. Reyndar fannst mér eiginlega allir flokkar standa sig og allir foringjarnir standa sig tiltölulega vel í
kosningabaráttunni en ef einhver var fremstur meðal jafningja á því þá var það Sjálfstæðisflokkurinn. Össur reyndi, kannski var það vindtök en Össur, ég man eftir einni Össur Skarphéðinsson, hann var með eina athugasemd þegar hún Hildur kallaði Sönnu súkkulaði kleinu en sko það tók engin mark á því. Það er svona held ég að það hafi verið vindtök sko. Nei, ég held að það hefur verið vindtök og sko ég hef sjálfur oft notað þetta hugtak súkkulaði kleina. Það er einhver sem bara svona er ekki með. Hefðbundið er þetta alls ekki nein rasísk, er þetta ekki rasísk notkun og hefur áreiðanlega ekki verið meint þannig. Og mörgunur dæmi á Hildi annað fólk sem hefði notað þetta. Allavega skipti þetta engu máli og það að ætla að koma því til skeið að koma því á fót að Hildur Björnsdóttir sé rasisti. Já. Það er ekkert í hennar fortíð sem bendir þess, þannig að ég held að þetta hafi ekki skipt neinu máli. Nei. En þriðja dæmið leiðtoga hæfileika er síðan myndun meirihluta með Viðreisn og Framsókn sem að sko var að ýmsleiti snúin ákvörðun því að það var vitað að margir sjálfstæðismenn vildu fara í meirihluta með miðflokknum. Já, það er svona einfaldar að vera bara með 2 flokka en 3. Það fer eftir því að öðru jöfnu er einfaldar að vera með 2 flokka en 3 en hins vegar getur líka verið í góðu lagi að vera með 3 sérstaklega ef að það er gott traust og samkomulag milli leiðtoga þessara 3 flokka. Núverandi ríkisstjórnir ágætist dæmi þetta. Hún hefur ekki verið hrjáð af neinum innanmeinum hingað til þó að flokkarnir séu 3. En ríkisstjórnin sem var á undan núverandi ríkisstjórn, hún var ekkert frábær. Þar voru 3 flokkar og ólíkir og manni fannst nú ekkert ganga neitt mikið undan oft. Nei, það gefast engin garantí en hins vegar síðari ríkisstjórn Katrínar, reyndar fyrri ríkisstjórnin gekk mjög vel þegar í COVID og þá var traust og eining meðal foringjanna 3. Á seinna kjörtímabili Katrínar og svo Bjarna fór allt í vitleysu. Það er bara þannig að það gefast engin garantí og það skiptir bara meginmáli að traust milli foringjanna haldist. Nú, það er reyndar hafi ýmsir verið að halda því fram að það hafi verið alveg sérstök svik við kjósendur að Hildur ákvað að fara með Viðreisn og Framsóknin ekki með miðflokknum og ég skil satt að segja ekki hvernig menn komast að þeirri niðurstöðu. Sko í fyrsta lagi þá unnu Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur samanlagt mjög góðan sigur í borginni en samanlagt fylgið þeirra var samt sem áður ekki nema 44% og það er engin ástæða til að ætla að hin 56% hafi sérstaklega verið að óska eftir því að Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur fengi meirihluta. Hins vegar náttúrulega gáfu þessi 44% þessum 2 flokkum 12 fulltrúa samans þannig að formlega séð gátu þeir auðvitað mynda meirihluta og það hafa oft verið myndaðir meirihlutar sem að höfðu ekki meirihluta kjósenda á bakvið sig en þetta hefði orðið sá meirihluti í Reykjavík sem hefði haft minnst fylgi á bakvið sig. Já. Þannig að það er ekki hægt að segja að meirihluti borgarbúa hafi verið að kalla á meirihluta Sjálfstæðisflokks og miðflokks. Síðan var könnun hjá Maskínu skömmu fyrir kosningar þar sem kjósendur Sjálfstæðisflokksins voru spurðir að því með hvaða flokkið þeir vildu helst vinna í borgarstjórninni og tæpur helmingur sagði að þeir vildu vinna helst með miðflokknum en hinn helmingurinn nefndi annarkvort Framsókn eða Viðreisn. Þannig að það er ekkert sjálfgefið að einhver meirihluti sjálfstæðismanna hefðu frekar viljað meirihluta miðflokks og sjálfstæðisflokks frekar heldur en þann minnihluta sem að Hildur myndaði. En leiðtoga hæfileikarnir koma fram í því
að í fyrsta lagi lék nú Hildur þetta mjög vel, alla leikina, hún talaði fyrst við alla og lét svo líða smá tíma og einhverju voru hann ekstras á því, en ég hugsaði með mér á þeim tíma, hún klók, hún ætlar að mynda meiri hluta með Framsókn og Viðreisn, en bara svona að gera það með svona dálítið eftir bókinni og það varð í rauninni ofan á. Sko henni hafði verið leið á hálsi bara úr hádegismóum. Ég las skrif í Staksteinum og víðar þar sem að í rauninni blaðið var að brýna hana til þess að ganga til samstarfs við Miðflokkinn. Og ef hún hefði gert það, þá hefði hún kannski fengið á sig stimpilinn strengjabrúða. Hún allavega komst handan þess. Það getur enginn sagt að hún sé strengjabrúða hádegismóa núna, þar sem hún fór hina leiðina. Fleira sem var sko áhugavert í þessu, ég hugsaði með mér, er þetta góð leið til þess að fagna kosningaúrslitum? Þegar kosningasigrum, þegar til dæmis maður eins og Jón Steinar Gunnlaugsson er farin að hvetja kollega sína í Sjálfstæðisflokknum til þess að segja sig úr Sjálfstæðisflokknum vegna þess að hún velur ekki Miðflokkinn. Og Vigdís Hauksdóttir, ég veit aldrei hvað er satt og hvað er logið þegar Vigdís Hauksdóttir talar, því að maður veit að hún er mikil valkyrja. En hún sagði að þau hjá Miðflokknum hefði ekki haft undan að taka við umsóknum frá landflótta sjálfstæðismönnum sem skráðu sig úr Sjálfstæðisflokknum, sennilega beðinni Jóns Steinars, og gengu yfir í Miðflokkinn á grunni, sem sagt, þessarar ákvörðunar. Bara, hvers konar farsi er þetta? Já, ég held að allt sem þú hefur nefnt hérna í þessari fróðlegu upptalningu sé aukaatriði. Já. Við eigum eftir að sjá hvort að það stórir hópar sjálfstæðismanna fari yfir á Miðflokkinn. Ég myndi nú gíska á að margir sem eru þannig þengjandi séu þegar farnir. Já. En við verum bara að bíða og sjá með það. Auðvitað er svo hætta þegar sjálfstæðisflokkurinn ákveður að vinna frekar inn á miðjuna, frekar heldur með ysta hægrinu, Miðflokknum, að þá missa hann eitthvað fylgi til Miðflokksins, en á móti kemur að hann sækir sér sóknarfæri inn á miðjuna. Harður hægri meiri hluti, Sjálfstæðisflokks og Miðflokks, hefði ekki gefið Sjálfstæðisflokknum nein góð færi á því að sækja til sín miðjufylgi, hvorki í landinu, né í borginni, þó að þetta verði ekki kosið þar fyrir nettir 4 ár. Þannig að ég held að aðalatriði sé það, og það er náttúrulega ekki bara kvenfyrirlitning að tala Hildi sem einhvers konar strengjabrúðu, eins og stundum nú talað konur, heldur hefur hún náttúrulega sýnt það með þessum ferli sem ég var að rekja áðan og til marks leiðtogahæfileika, að það er bara galin greining að láta sér detta það í hug að Hildur Björnsdóttir sé strengjabrúða einhverja kalla út í bæ. Hún hefur bara rækilega afsannað það. Hins vegar þá var hún gagnrýnd af flóttamönnunum úr Sjálfstæðisflokknum, Mörtu og Kjartani, fyrir það að hún væri að villa á sér heimildir í þeirri gagnrýni sem hún setti fram á skipulagsmálinu og borgarlínuna. Já. Og hún væri nefnilega í hjarta sínu og hefði sýnt það áður að hún væri í öllum aðalatriðum sammála og samgöngusáttmálanum og borgarlínunni, þó að það væri auðvitað einhver ágreiningur nákvæmar útfærslur. Það kom mér reyndar svolítið á óvart að hvað Hildur var hvöss í gagnrýni sinni á samgöngusáttmálan og borgarlínuna í kosningabaráttunni. Þú sagðir að taka þau mál öll upp, það voru hennar. Já, hún notaði, mér fannst það til að mynda svolítið glennalega orðað. En var hún bara náði atkvæði? En mér sýndist hún hins vegar orða þetta allt saman þannig að hún væri ekki að tala það
að rífa samgöngusáttmálanum upp með rótum, ekki það að kasta borgarlínuna og öskuhaugana, heldur gera ákveðna breytingar. Og þessar raddir heyrðum við líka til dæmis í Kópavogi og í Hafnarfirði og auðvitað er hægt að gera einstakar breytingar á þessum samgöngusáttmála og útfærslu borgarlínunar án þess að hverfa frá megin hugmyndinni. Og kannski ekki alveg strax eins og þau auglýstu. Já, það fer náttúrulega eftir í hvað þú ætlar að gera miklar breytingar. Og þau hafa öll lagt áherslu á það í þessum nýja meirihluta og reyndar líka þeir sem að ég hef heyrt í, til dæmis í Hafnarfirði sem vilja gera einhverja breytingar þar, að þeir leggja megin áherslu á það að breytingar á sáttmálanum eða breytingar á útfærslu borgarlínunar megi ekki verða til þess að seinka framkvæmdum. Og ef þú ætlar ekki að seinka framkvæmdum, þá var náttúrulega augljóst að þú ætlar ekki að fara í einhvern meiri háttar uppskurð, þú ætlar frekar að fara í einhverjar andlitslyftingar eða breytingar á einhverjum einstökum atriðum sem vissulega geta skipt miklu máli, en megin stefnan yrði áfram svo saman. Og ég hef frekar trú á því að svo verði raunin. Og í rauninni þá fór ég í sambandi við þetta að velta fyrir mér hvernig hefur þróunin varðandi skipulagsmálin í Reykjavík verið undanfarin 20 ár. Og það má segja að á þessum síðustu 20 árum hafi í rauninni tvær svona grunnhugmyndir skipulag borgarinnar verið í gangi. Annars vegar er það hópur sem að hefur viljað halda sig eins mikið og hægt í aðalskipulagið sem var samþykkt 1962 og það skipulag gengur fyrst og fremst út frá því að Reykjavík sé bílaborg með stórum götum, mislægum gatnamótum og umferðinni geta gengið mjög vel fyrir sig. Allan heim síðustu áratugina hafa menn verið að hverfa frá þessari hugmynd, ekki endilega af því hún sé vond heldur vegna þess að hún óraunhæf með mjög aukinni bílaumferð. Það hefur verið í staðinn stefnt á nútímaborg þar sem meiri áherslu er lögð á almenningssamgöngur, þétta byggð, gangandi og hjólandi. Og ég held að mér sýnist að þessi hugmynd nútímaborgina hafi eiginlega svona að einhverju marki kom orðið til eða formuð á tímabilinu 2006 til 2010 í borgarstjórninni þegar að voru reyndar 4 borgarstjórar. En það sem gerðist í þeim á því tímabili var að 3 ungir stjórnmálamenn náðu í rauninni sátt það að stefna að nútímaborg frekar heldur bílaborg. Og þessir 3 ungur stjórnmálamenn voru Gísli Marteinn Baldursson, Hanna Birna Kristjánsdóttir sem var reyndar borgarstjóri seinni hluta tímabilsins og Dagur B. Eggertsson. Innan Sjálfstæðisflokksins og kannski einhver annarra flokka voru ýmsir sem voru ósammála þessari nýju sýn. Og það komir svo í framhaldinu í hlut fyrst og fremst Dags B. Eggertssonar að útfæra þessa hugmynd sem að hann hafði á sameiginlega með Hönnu Birnu og Gísla Marteini. Það máli segja í grófum dráttum að sú hugmynd hafi verið algjörlega ráðandi í skipulagsmálum í Reykjavík allar götur síðan og hana hafði náðst tiltölulega góð sátt í samgöngusáttmálanum þar sem að meðal annars flestir eða sem sé bæjarstjórar, flestir bæjarstjórar Sjálfstæðisflokksins hér í nágrannasveitarfélögunum og Bjarni Benediktsson sem var ýmist fjármálaráðherra eða forsætisráðherra að þeir komu að og töldu þetta einu raunhæfu leiðina til þess að leysa umferðarvandamálin í Reykjavík. Minni hlutin í borgarstjórnarflokki í Sjálfstæðisflokksins var allan tíman á móti þessu. Og ef að Sjálfstæðisflokkurinn gengi núna til liðs við miðflokkinn í þá áttina að henda borgarlínunni út í Hafsauga, að rífa algjörlega upp samgöngusáttmálann, að þá væri það í rauninni kúvending
frá þessari megin hugsun sem að Gísli Marteinn, Hanna Birna og Dagur mótuðu fyrir 20 árum eða tæpum 20 árum og ég á mjög erfitt með að sjá það að öflugur leiðtogi eins og Hildur Björnsdóttir að hún sé tilbúin til þess að fara í það sem margir myndu kalla ábyrgðarlitla ævintýrapólitík og ganga í rauninni algjörlega gegn því sem að menn hafi verið að gera hér og verið tiltölulega breið sáttum að ganga algjörlega gegn öllum þeim megin hugmyndum. Auðvitað getur Hildur efnt ýmislegt af því sem hún talaði í kosningabaráttunni. Það hægt að gera breytingar, til dæmis augljóslega mjög einfalt að gera breytingar á Suðurlandsbrautinni sem að menn voru mikið að rífast en skipti náttúrulega engu máli í stóra samhenginu. Það hægt að setja Miklubrautina í göng frekar en stokk og það hægt að vera með veggjöld þar. Hildur talaði líka að menn vildu ekki að ríkið setti á veggjöld á eldri leiðir í Reykjavík og það bara samkomulagsatriði í ríkisstjórninni, það ríkisræður því en ekki borgarstjórnin. Þannig að ég bundi búast við að það verði einhverjar breytingar gerðar en í aðalatriðum muni þeirri vegferð sem borgin hefur verið á í þróun til nútíma borgar með kostum og göllum að sú lína verði áfram í núverandi meirihluta og ég held reyndar að það sé miklu hyggilegri lína fyrir Sjálfstæðisflokkinn að taka frekar heldur en að búa til svona einhvern harðan hægri meirihluta sem að hefur svona kjörorðið að vera á móti öllum þeim breytingum sem gerðar hafi verið. Já, og þú hyggur að þetta hafi átt svolítið þátt í því að Hildur telji hagsmunum sínum betur komið fyrir hjá Viðreisn og Framsóknarflokknum heldur en ef hún hefði gengið til samstarfs við Miðflokkinn sem eins og þú hefur nefnt með allt aðra stefnu. Ég get náttúrulega ekkert fullist ég get ekki lesið í hug Hildar en það virðist rökrétt að telja að þetta hafi skipt hana máli og reyndar ég vil nefna líka að nýr miðill Gímaldið þar sem þeir eru hún Aðalheiður Ámundadóttir og Eyrún Magnúsdóttir þar hafa verið að birtast afar fróðleg viðtöl og fréttaskýringar með því besta bara sem ég hef séð þó að margir miðlar hafi staðið sér vel eins og sérstaklega þið og Ríkisútvarpið og Vísir en fyrir fáinu dögum var ítarlegt viðtal á Gímaldinu við Gísla Marteinn og þetta kom mér sem gamlu kennara Gísla var skemmtileg upprifjun vegna þess að í þessum þætti var Gísli ekki í gírnum sem var venjulega í vikunum með Gísla Marteinn þar sem allt gengur út á að vera skemmtilegur. Hann talaði þarna sem alvörugefinn og ástríðuþungur stjórnmálamaður og hann var að fara í gegnum þessar tvær sýnir á borgina sem ég var að nefna áðan og hann var að rekja og kunni þetta greinlega í algjörum smáatriðum. Hann var að ræða svona mismunandi útfærslur og mismunandi álítamál en Gísli Marteinn einmitt ánægilegt dæmi stjórnmálamann sem að eftir að hann var hjá okkur í B-námi í stjórnmálafræðinni í HÍ þá fór hann í svona svokallaðar Urban Studies í Edinborg og hann tók mark á því sem að við var að kenna honum þar og sá bara skipti eiginlega algjörlegum skoðun á hvernig eðlilegt væri að þróa borgir og þetta kemur mjög vel fram í þessu viðtali. En þar segir Gísli einmitt eiginlega það sama og Kjartan og Marta höfðu verið að segja að þegar að Hildur gengi hvað lengst í að gagnrýna sem sé samgöngusáttmálann og borgarlínuna þá væri hún svolítið að tala hug sér og Gísli hannaði þarna í þessum þætti nýtt slagorð sem var svona Make Hildur Björnsdóttir great again og átti þá við að Hildur myndi aftur fara nær þessari heildarsýn á nútímaborg heldur en kannski hefði mátt lesa úr sumum ummælum hennar fyrir kosningarnar og ég sem sé held
að Gísli Marteinn geti vel við unna því að Hildur sé á þeirri leið. Já, ég vil fá Gísla Marteinn bara aftur í pólitíkina úr vikunni. Já, þér finnst hann betri stjórnmálamaður Já, mér finnst hann betri stjórnmálamaður skemmtimaður. En þetta allt saman mjög áhugavert, Ólafur, og svo gætum við tekið annan þátt það hvort það hafi þessar breytingar hafi ekki verið allt og hægar sem að hefur verið að stefna, en við erum ekki hér til þess að fjalla það. Eigum við að víkja okkur þá aðeins úr sjölunum sem að þú í rauninni bendir á það hér í allmörgum orðum að Hildur kemur gríðarlega sterk til leiks og skildi þó aldrei vera að frami hennar í pólitík verði ekki slíkur að það verði ákall eftir því að hún verði formaður Sjálfstæðisflokksins. Já, það er nú að við alla hægt að kalla á hana strax. Ekki alveg strax. En ef henni gengur vel sem borgarstjóri þá er framtíðin nú svona, lítur ekki út fyrir hana. Nei, þeir eru nú ansi margir inn í Sjálfstæðisflokknum sem segja þeir séu með það sem er kallað rebound formann og aftur er með djöfulega við að kalla þetta út af ættartengslum mínum við Guðrúnu Hafsteinsdóttur og bróður hennar, þetta eru allt saman vinir mínir en maður svo sem heyrir það oft inn í Sjálfstæðisflokknum að menn séu bara bíða eftir næsta tækifæri til þess að kjósa nýjan formann. Já, það er nú kannski rétt að hafa í huga að nú fékk Sjálfstæðisflokkurinn mjög góða kosningu, ekki bara í Reykjavík, heldur í mörgum nágrannasveitarfélögunum. Já. Þessar tölur sem við sáum þar, þær hafa hreint ekki verið að endurspeglast, hvorki í skoðanakönnun Gallups í þessum kjördæmum síðasta árið og alls ekki í kosningaúrslitunum síðast. Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá næstu kannanir til að sjá það hvort að Sjálfstæðisflokkurinn sem sé í könnunum til þingkosningar, hvort að hann fari að síga eitthvað í áttina að þessum virkilega góðu tölum sem að flokkurinn fékk í sveitarstjórnarkosningum. Það er ekki sjálfgefið. En Sjálfstæðisflokkurinn hefur nú þó svona í síðustu könnun og landsvísu var hann nú heldur á uppleið. Þannig að það er nú ekki tómt svartnætti hjá henni Guðrúnu. Nei, alls ekki og margir líta á þetta sem hennar persónulega sigur hver Sjálfstæðisflokknum gekk vel víða en svona fram að þessum kosningum þá heyrir maður það voða oft innan úr Sjálfstæðisflokknum að menn séu bara með skeiðklukkuna að bíða. En það er kannski annað lykilatriði sem að er ástæða til að hugsa vel í framhaldi af þessari meirihlutamiðun Hildar. Já. Það hefur náttúrulega verið ljóst núna allt kjörtímabilið að Sjálfstæðisflokkurinn er í nokkur í klemmu það hvort hann eigi að í rauninni að halla sér meira í þá áttina sem að miðflokkurinn hefur verið í. Það er að segja fara svolítið, gera svolítið meiri þjóðernis íhaldsflokkur, minnka frjálslyndið eða hvort að hann eigi frekar að halla sér í áttina að þeim viðhorfum sem að einkenna til dæmis kjósendur Framsóknarflokksins og Viðreisnar. Já, mér fannst Bjarni Ben daðra við þetta á tímabili áður en hann hætti. Mér fannst hann fara aðeins meira inn á þessa línu. Inn á hvaða línu? Inn á miðflokkslínuna. Já, það sem Bjarni gerði í síðustu kosningum var að hann byrjaði á því að daðra við miðflokkslínuna í útlendingamálum en hins vegar í miðri kosningabaráttu skiptan tón. Það var eftir fræga símaræðu Sigurðar Inga og eftir það lagði Bjarni enga áherslu útlendingamálum. Þannig að þar var flokkurinn kannski ekki alveg með skýra línu, hann hefur ekki verið með skýra línu í þinginu og það er ég skil það mjög vel vegna þess að þetta er mjög erfið klemma fyrir Sjálfstæðisflokkin og það eru rök fyrir því að halla sér með miðflokknum, það eru rök fyrir að líka að skilja sig greinilega frá miðflokknum. En í Reykjavík tók Hildur Björnsson bara þessa ákvörðun, hún bara fór yfir Rúbík og Fljót og tók skýra ákvörðun það að hafna miðflokknum og vinna frekar með Viðreisn og Framsókn. Og þetta auðvitað verða einhverjir rosalega reiðir, spurning hvað það verða margir, en þarna sem sé höfum við leiðtoga í Sjálfstæðisflokknum
sem hefur burði til þess og aðstæður til þess að taka bara skýrlega af skarið þetta mikla álita efni fyrir sjálfstæðismenn. Já, hún hefur sennilega víðtækan stuðning öflugra einstaklinga í kringum sig. Nú erum við að tala um þá sem eru gegn henni, við erum að tala um hvernig Moggin hefur hefði frekar viljað að hún myndi dansa við Miðflokkinn en það hljóta að vera margir sem að standa hennar baki, öðruvísi gæti hún ekki verið jafn svona ákveðin í fasi með sjálfstraust og þannig að það er augljóst að þótt einhver öfl hafi viljað að hún færi með Miðflokknum þá eru líka þarna önnur öfl sem eru mjög ánægð með þessa ákvörðun. En mér langar til þess að fara núna aðeins yfir í framtíð Miðflokksins. Það hefur verið bent á það að það er bara einn meirihluti sem að Miðflokksmenn eru komnir í, sem er í Reykjanesbæ, þrátt fyrir að Miðflokkurinn hafi unnið helling af bæjar og borgarfulltrúum. Er það til marks að þínum viti að þótt Miðflokkurinn hafi fengið ágætis útkomu í þessum kosningum þá mun hann aldrei ná neinum völdum að segja mig? Já, það er tvennt sem að er megin einkennið á kosningaúrslitunum fyrir Miðflokkinn. Í fyrra lagi eins og þú nefnir, hann bætti við sig mörgum fulltrúum. Hann fékk núna 23 sveitarstjórnarmenn í 17 sveitarfélögum, miklu meira heldur en áður. Hann er greinilega að festa sig í sessi sem flokkur á landsvísu í sveitarstjórnunum. Hann var í mörgum sveitarfélögum með svona 10% fylgi, eins og í Reykjavík. Hann var, þar sem best gekk, var hann að fá 20% og aðeins yfir það. Það var hins vegar fyrst og fremst í sveitarfélögum út á landi, ekki á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru mjög góð úrslit fyrir hann er að festa sig í sessi. Áhyggjuefni fyrir hann ef að Miðflokkurinn vill ekki bara vera andkerfisflokkur, ef hann vill ekki bara vera hrópandinn í eyðimörkinni sem segir hinn bitra sannleika sem engir aðrir vilja heyra. Gremjuflokkur segja sumir? Já, það menn geta haft þetta alls konar orð en svona hafa margir populistaflokkar í nágrannalöndunum verið en þeir hafa reyndar verið ólíkir. Sumir þeirra sem hafa haft tiltölulega milda stefnu, þeir hafa orðið ríkisstjórnarflokkar eða stuðningsflokkar ríkisstjórna eins og til dæmis í Noregi, Svíþjóð og Danmörku. Aðrir eru ekki taldir í húsum hæfir eins og til dæmis AfD í Þýskalandi. En það sem einkennir sem sé eftirleikin á kosningum er það sem hún nefnir og það er bara á einum stað í landinu. Einum stað á landinu þar sem að einhver flokkur hefur viljað vinna með eða allavega myndað meirihluta með Miðflokknum. Það er í Keflavík þar sem Vilhjálmur Árnason vantaði 7. manninn og keypti inn Miðflokksmanninum. Þannig að megin einkennið er það. Miðflokkurinn vann góðan sigur í landinu en hann vann engan sigur eða náði nánast engum árangri við það að komast í meirihluta í sveitarfélögum á Íslandi. Já, þannig að stundum er fórnarkostnaðurinn sá að ef þú ætlar að hafa upp í gífuryrði og ná til fólks með ódýrum hætti getur maður sagt, þá getur þú sópað upp fylgi en samstarfsflokkarnir treysta þær ekki til samstarfs. Já, það er náttúrulega lykilatriði og þegar að tala um að sópa upp fylgi þá finnst mér menn stundum gera of mikið úr fylgiflokka af þessu tagi, andofsflokka sem eru kannski að fá 10%, í sumum löndum í góðum árum 20%, jafnvel 30% og draga í launinni þá ályktun að meðal kjósenda í þessum löndum sé bara mikill uppgangur og aukinn stuðningur við þær hugmyndir sem þessir flokkar bjóða upp á sem að felast eru oft sem sé eru svona anti-elitismi, árásir á kerfið og mikil andúð á auknum fjölda útlendinga. En ég bendi alltaf á það að ef svona flokkar að fá 30% þá eru aðrir flokkar að fá 70% og oftar en ekki eru þessi 70%
algjörlega ósammála popúlistaflokkunum þeirra ítrustu áherslur og stundum veldur það því að þessi flokkar eru bara útilokaðir en ekki allstaðar eins og ég sagði en við höfum líka dæmi svona flokka áður úr sögunni á kaldastríðsárunum þá voru mjög öflugir kommunistaflokkar á Ítalíu og líka í Frakklandi. Á Ítalíu fóru þeir yfir 30%, í Frakklandi komist þeir við 20 og 30%. Þetta engum í huga að taka það með í ríkisstjórnir. Nei. En svona sem síðasta spurning fyrir frímínútur, áður við förum annað. Ég ímynda mér að ég sé hérna kennslustund með þér og það sé bara eftir ein mínúta í frímínútur. Af hverju skilgreinir Miðflokkinn sem popúlistaflokk? Já, ég hef nú ekki verið alveg hiklaus í því að skilgreina hann sem popúlistaflokk en hann er klárlega hefur mjög rík popúlísk einkenni. Það sem að fyrst og fremst gerir það að verkum með hvaða hætti hann flytur sitt mál. Hann, Sigmundur Davíð til dæmis er dæmigerður fyrir svona leiðtogar sem talar eins og popúlistar elítuna og það er ekki orðrétt eftir honum en tónnin er þessi. Annars vegar höfum við helvítis elítuna sem eru allir hinir stjórnmálaflokkarnir og fjölmiðlarnir og háskólakennararnir og fréttaskýrendurnir og ríkisstarfsmenn eru aumingjar, þeir eru afætur. Já, en þetta er aðaleinkenni popúlistana, það er svona anti-establishment. Það er í rauninni fullkomin skömm á kerfinu eins og það er og í rauninni líka svo hugmynd að við, popúlistarnir, við erum þeir einu sem að túlkum í rauninni hinn sanna vilja almennings og sinnum raunverulegum hagsmunum almennings. Allt sem hinir að gera sýndarmennska og og sjónarspil til þess að breiða yfir að helvítis elítan bara að sinna sínum eigin hagsmunum. Já, og það er ekki síst. Og síðan náttúrulega í kosningarannsóknunum okkar, íslensku kosningarannsóknunni, þá greinum við bæði hægri vinstri ás og svokallaðan menningarás og þessi menningarás tengist svona meðal annars innflytjendum og í rauninni við köllum þetta endan á honum frjálslynda alþjóðasinna versus þjóðlega íhaldsmenn. Strákslega mættis kalla í staðin fyrir frjálslynda alþjóðasinna gætum við sagt það er woke fólkið. Já. Og í staðin fyrir þjóðlega íhaldsmenn gætum við sagt þarna anti-woke fólkið. Okay. Og á þessu menningarás þá eru kjósendur Miðflokksins meiri þjóðlegir íhaldsmenn eða anti-woke heldur en kjósendur allra annarra flokka. Já. Og þetta á Miðflokkurinn sameiginlegt með popúlistaflokkunum hér í nágrannalöndunum. Og oft eru það svona bitrir einstaklingar sem að finnst eins og þeir hafa ekki fengið neitt frá kerfinu sem að kjósa þessi öfl. En förum aðeins úr þessu yfir í ég var í umræðu við Rauðaborðið í síðustu viku hverju það breytti fyrir Ísland ef Píratar myndu heltast úr leik bæði út af þingi og úr borgarstjórn eins og nú er orðið. Viltu leggja mat á það í fáum orðum hvort við verðum með einhverjum hætti svona lýðræðislega fátæklegri við það að missa Pírata út úr samfélaginu því að þeir hafa oft verið með alls konar svona spurningar. Eitt mál sem var nefnt daginn, það var rafbyssumálið á Suðurnesjum. Ef Píratar væru þingi þá væru þeir sennilega endalaust í þessum tímum sem að menn hafa störf þingsins eða óundirbúnar fyrirspurnir að djöflast í kerfinu út af því máli en það voða lítið verið að ræða það. Munum við sakna Pírata? Já, það er nú sjálfst eitthvað mismunandi en ég þekki nú nokkra sem sakna þeir ekki neitt. Okay. En hins vegar þá hafa Píratar náttúrulega mjög athyglisverð hreyfing í íslenskri pólitík. Þeir voru náttúrulega á þingi í meira en áratug. Já. Þeir voru allan tímann í stjórnarandstöðum
og það ýmislegt til í þessu svona alltaf nefna að þeir voru svona dálítið öðruvísi gagnrýnin rödd heldur en aðrir stjórnarandstöðuflokkar og þegar að þannig flokkur dettur af þingi og engin annar sem tekur upp hans sjónarmið og þá náttúrulega má segja að umræðan fátæklegri. Færri spurningar. Ég myndi ekki segja að lýðræðið væri fátækara vegna þess að lýðræðið birtist náttúrulega bara í kosningum og ef að raddir af þessu tagi hafi ekki fylgi til þess að heyrast á þinginu þá ekkert við, þá það bara verður það bara að vera þannig. Hins vegar þá á ég erfitt með að sjá eftir núna eru Píratar ekki með neinn á þingi og engan í sveitarstjórnum og ég á svona dálítið erfitt með að sjá hvernig þeir ætla að lifa það af en það má líka bæta því við að sko Píratarnir í borgarstjórn í rauninni allt annað mál heldur Píratarnir í þinginu því að þeir hafa í borginni voru þeir meirihlutaflokkur og þeir gengu meira að segja má kannski sumir myndum minnst að segja að þeir hafi gengið kannski allra flokka lengst í sumum áherslum í svona útfærslu á sem sé nútímalegri borg að þeir hafa gengið lengra heldur en kannski sumir samstarfsaðilar þeirra og að sumar af þeim útfærslum hafi síðan reynst ekki mjög vinsælar en í borgarstjórninni voru Píratarnir sem sé í langan tíma ábyrgur meirihlutaflokkur ef þú vil hlöpu ekkert út undan sér reyndust heilir í samstarfi og voru ekki til nokkur á vandræða og höfðu umtalsverð áhrif í stjórnmálum miklu meiri heldur en í þinginu. Já, einmitt. Nú Einar Þorsteinsson segja sumir að hann hafi unnið kraftaverk að hafa haldið sér inni í borginni en aðrir benda á að þetta hafi verið gríðalegt afhróð sem Framsóknarflokkurinn fékk að fara 4 mönnum í 1. Hvert þitt mat á því? Hvoru tvekir rétt. Já. Það og í rauninni flest sem Einar hefur sagt þetta alveg rétt. Já. Það að segja kosningasigurinn 22 var einstakur og það var engin ástæða til að ætla að eiginlega hvaða skilyrði sem að flokkurinn gæti haldið því fylgi. Það líka rétt hjá Einari að hann var komin niður í flokkurum var komin undir 3% í einhverjum skoðanakönnunum. Á endanum fékk hann tæp 7% og vantaði tiltölulega lítið upp að fá annan manninn og ég held að flokkurinn getu bara unnað við það sæmilega að halda einum. Hann hefur ekki alltaf verið með einu sinni í borgarstjórn Reykjavíkur og hann náttúrulega í varðandi þingi hefur verið að mælast alveg hörmulega á höfuðborgarsvæðinu og þetta hangir allt saman. Þannig að ég held að Einar geti bara sæmilega unnað og sérstaklega náttúrulega með það að komast í meirihluta eftir kosningarnar sem að svona dálítil uppreisn æru fyrir hann eftir að hafa mistekist að þegar hann rauf meirihlutan á síðasta kjörtímabili og hélt hann væri með nýjan í hendinni en það tókst ekki að þetta núna sem sé gengur honum allt jafnvel í haginn eins og það gekk á mótunum þegar hann sprengdi borgarstjórnar meirihlutan. Já. Og Samfylkingin í svona, við getum sagt, einhvers konar fasaskiptum. Þetta voru af mikill sársauki sem að opnaðist þarna inn í flokknum þegar Heiðu var ýtt út og kemur þarna nýr maður og það alveg rétt sem að margir benda á að maður vissi aldrei alveg hvort Pétur var að koma eða að fara að þetta var svolítið snúið hlutskipti hans en finnst þér að Samfylkingin megi vel við una eftir alla þennan valdatíma að halda sama borgarfulltrúa fjölda? Já, mér finnst það nú satt best að segja. Það Samfylkingin búin að vera eða öflin sem mynda hana búin að vera samfellt í meirihluta í 32 ár, alveg frá 1994 þegar það verður þáttaskil í sögu Reykjavíkur.
ef skoðað er tímabili síðan, þá hafa þeir verið í meirihluta allan tíma nema 4 ár. Og á þessum tíma hefur þessi nýja sýn á þróun borgarinnar, sem að eins og ég nefndi var mótuð ekki síst af D.I.B., Hönnu Birnu og Gísla Marteini á árunum 2006-10, að sú breyting hefur átt sér stað í Reykjavík og gjörbreytt Reykjavíkurborg, gert hana miklu líkari borgum sem að okkur finnst mjög mörgum gaman að ferðast til hér í nágrannalöndunum og fylgt þeirri þróun sem að í megin atriðum hefur verið að eiga sér stað í öllum borgum hins vestræna heims, með meira sig í Bandaríkjunum. Þannig að þegar að þeir samfélkingamennir horfi við sviðið, þá geta þeir nú ekki annað en verið ánægðir með þennan árangur. Nei. Sem að sko í rauninni sko meiri samfelldari valdatíð og sem að einkendist af miklum breytingum heldur en jafnaðarmenn hafa á nokkru öðru tímaskeiði, ef við góðum bæði landsmálin og sveitarstjórnarmálin, hafa nokkuð tíma náð, nema kannski á löngu valdatími Alþýðuflokksins í Hafnarfirði, hérna á síðustu öld. Já. Úrslitin, þeir eru með svipuð úrslit og þeir fengu 2022 aðeins lægri, halda 5 borgarfulltrúum. Mér fannst Pétur standa sér prýðilega í kosningabaráttunni eins og aðrir leiðtogar. Já, í svolítið þröngri stöðu, þannig séð. Já, það náttúrulega alltaf þröng staða ef þú ert að koma úr hérna meirihluta og þarft bæði að sem þú varst samt ekki hluti af. Hvað segir þau? Sem þú ert samt ekki hluti af, ekki einstaklingurinn. Nei, ekki einstaklingurinn, en það náttúrulega þýðir líka að þú ert ekki alveg eins vel inn í málum eins og verið hefði. Það hefði kannski verið skynsamlegt hjá Pétri að ráða vinn sinn Gísla Martein sem eins konar blaðafulltrúa til að útskýra í hverju stefna fráfarandi meirihluta og allra meirihluta frá því svona eftir 2010 í hverju hún hefði falist og af hverju Gísli Marteinn og Pétur teldu báðir að það væri algjörlega rétt stefna. En var Björg oddviti Viðreisnar klók þegar hún var ekki kappræðinu bara föstaskvöldin hjá RÚV sagði að samfylkingin var ekki fyrsti kostur að starfa með. Meinar upp á fylgið? Já, upp á fylgið. Það mjög erfitt að segja. Það voru þarna 3 flokkar sem voru í algjöru jafnglími með 10-11%. Það var hérna Viðreisn og það var Miðflokkurinn og Vinstrið. Þau voru öll á og í könnunum höfðu við að skiptast á að fá þriðjamannin. Ég held í rauninni að þetta var í rauninni kannski bara miðað við stöðuna. Eðlilegt mat hjá Hildi hjá Björgu. Hjá Björgu að hérna hún var kannski líka búin að sjá að miðað við kannanir það var nú kannski ekki líklegt að vinstri meirihluti kæmist á koppinn og hann allavega að vera með mjög mörgum flokkum. Þannig að það kemur mér ekkert óvart að hún hafi í rauninni sko á þeim tíma verið séð fyrir sér að vanlegasti meirihlutin væri með Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki og þá náttúrulega bara heiðarlegt að segja það. Og mér fannst Björg eins og hinir standa sér mjög vel í kosningabaráttunni en svo verð ég nú að því að það finnst kannski einhverjum og ég hafi talað heldur vel í þessum þætti hinn nýja borgarstjórnarmeirihluta og flokkana sem að standa af því að honum og þá verð ég náttúrulega að geta þess að hér á ég nokkura hagsmuna að gæta vegna þess að þessir 3 leiðtogar sem að mynduðu þennan meirihluta þeir hafa allir lokið BA-prófi í stjórnmálafræði. Er það? Og Hildur náttúrulega bæði farið svo hafa þau farið í framhaldsnám. Hildur reyndar líka með BA-prófi í lögfræði og svo meistaraprófi í lögfræði, þannig að hún lögfræðingur. En
öll eru þau stjórnmálafræðingar hjá þér og ég hef ekki kennt þeim alveg öllum en hérna ég var svo mikið í stjórnun á þessum tíma sko að þau hafa nú ekki öll verið í tímum hjá mér en hins vegar sko þá nú kannski ástæða til að velta því fyrir sér hvort að svo mikla stjórnlist sem allir þessir 3 leiðtogar sýndu við myndun meirihlutans eigi einhverjir rætur í því að þau sátu við borð lærðra reyndra stjórnmálafræðinga snemma á ævinni við gamlingarnir getum að minnsta kosti iljað okkur við þessa hugsun hversu raunhæf sem hún svo eins og margar minningar gamalla karla eru nú ekki mjög raunsæjar. En þetta áhugaverð staðreynd og ég bara óska þér og þínum til hamingju með þetta. Já, ég hef alltaf tilhneigingu til þess að halda með frambjóðendur sem nemendur mínir og þeir eru í öllum flokkum. Já, sko ef aðstæður væru aðra þá myndum við bara fagna þessu báðir með því að fá okkur vindil. Já. En við gerum það ekki. Nei, þetta svo siðprúð stöð. Já, en það var skemmtilegt. Það eru bara þeir hraðfréttabræður sem að leyfa sér að ganga gegn ekki bara vókinu, heldur bara því sem þykja almennir mannasiðir í landinu nú orðið. Mér fannst mjög skemmtilegt að sjá því púa vindilinn þarna með boga á kosninganótt, kvöldi fyrir kosninganótt. Já. Af því að ég þeirra skoðunar að við verðum reglulega að gera það sem að ekki allt og vel séð. Já, stundum má gera það. Allavega þá finnst mér, þó ég sé orðin svona gamall og lífsreyndur, þá ég ekkert lífsþreyttur. Nei. Og mér finnst stöku sinnum gaman að gera eitthvað sem að stingur í stúf. Já, akkurat. Við þurfum fleiri eins og þig, Ólafur, en kæra þakkir fyrir að gefa mér kost á því að spyrja þig spurninga enn eina ferðina og ég veit að þú brennur fyrir því að mennta og fræða landsmenn og nú ertu hættur að kenna, er það ekki? Jú. Þannig að þá bara breytum við rauðaborðinu ég kenni bara, eina kennslan í alþýðufræðslu í fjölmiðlum eins og núna hjá þér og ég reyni að sinna alþýðufræðslunni þrátt fyrir að vera orðin dálítið ellibelgur. Maður sér það ekki. Kæra þakki fyrir komuna, Ólafur. Og kæra þakki til ykkar hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni. Við erum hvergi nærri hætt, dokiði við, meira efni eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.